Já, góðan daginn. Ég ætla hérna að tala tiltekið máltækni vandamál eða verkefni sem heitir mörkun. Og þetta verkefni sem við erum að vinna að í máltækniáætluninni og hefur reyndar verið að vinna að svona endrum og eins hátt í síðastliðin 20 ár. Hérna yfirlitið. Ég ætla að byrja á því að skilgreina hvað mörkun síðan hvaða vandamál við erum raunverulega að leysa, tala aðeins hvernig við metum nákvæmni í mörkun og markaðar málheildir, fer svo yfir gróflega svona þróun á íslenskum mörkurum undanfarin ár, tek síðan dæmi nokkuð villur sem að markarar gera og velti síðan upp þessari spurningu hvort að þetta mörkunar vandamál sé raunverulega leyst fyrir íslensku. Nú þá þess hvað mörkun, það sem á ensku heitir part of speech tagging. Það að marka eða merkja sérhvert orð í texta með orðflokki og beygingarlegum einkennum. Og orðflokkur getur til dæmis verið nafnorð, lýsingarorð, sagnorð, fornafn og svo framvegis. Og beygingarleg einkenni geta verið kyn, tala, fall, mynd, háttur, persóna og fleiri atriði. Og þetta mörkun nauðsynleg og markari nauðsynlegt stóðtól fyrir frekari greiningu í máltækni, til dæmis í lemmun, það að finna uppfletti mynd orða, sú mynd sem maður notar til að fletta upp í orðabók, og í þáttun þegar að setningagerð greind. Og svo eru fleiri, mætti nefna handa fleiri atriði eins og til dæmis spurningasvörun. Nú, hér eru nokkur hugtæki sem við þurfum aðeins að fara yfir til þess að skilja heildarsamhengið. Það í fyrsta lagi þetta sem heitir mark. Og þetta greiningastrengur sem notaður til þess að marka orðið. Og hérna tek ég eitt dæmi greiningastreng sem inniheldur 4 stafi, N, K, E, N. Og sérhver stafur hefur ákveðna merkingu. Þannig að N þarna stendur fyrir nafnorð, K fyrir karlkyn, E fyrir eintala og N fyrir nefnifall. Og síðan höfum við eitthvað sem heitir markamengi, sem þá mengi allra mögulegra svona greiningastrengja. Og hér hef ég sett fram 8 greiningastrengi, það þessi sem ég var með áðan, NKEN, svo kemur NKEO og eini munurinn hérna í síðasta stafnum, það sem í fyrri strengnum var að ræða nefnifall, en í seinni strengnum að ræða þolfall. Svo sjáum við þ hérna í 4. stafnum, það þágufallið og E í 4. stafnum eignarfallið. Vaff hér því kvenkyn í staðinn fyrir karlkyn í fyrri strengjunum og svo framvegis. Þannig að út frá þessu má sjá að það hægt að mynda ansi marga mögulega greiningarstrengi í þessu markamengi og það reyndar vill svo til að fjöldin í íslenska markamenginu í kringum 600. Það ansi stórt markamengi, til dæmis í samanborið við ensku, þar sem að það enska markamengi sem helst notað inniheldur 45 möguleg mörk. Þannig að þetta gefur líka ákveðna vísbendingar beygingarlega flækju í tungumálinu. Þannig að íslenskan mun flóknari beygingarlega séð heldur en enska og þess vegna markamengi mun stærra fyrir íslensku. Nú síðasta atriði sem ég nefndi hérna var ég reyndar búin að nefna áður, það að segja markar þá forrit sem að framkvæmir þessa mörkun. En hvað vandamálið? Hvað við að reyna að leysa með mörkun? Jú, við erum að leysa margræðinni. Þannig að við erum að merkja tiltekin orð með ákveðnum orðflokki og beygingarlegum einkennum. Þar sem í mörgum tilvikum tiltekið orð getur haft marga mögulega greiningarstrengi og jafnvel marga mögulega merkingar. Og hérna hef ég tekið dæmi setningu sem einmitt í markaðri íslenskri málheild, sem heitir mím. Umhverfisráðherra hefur bannað veiðar á rjúpu. Og með rauðu hef ég sett inn greiningarstrengina sem að markari myndi skila af sér, eða ætti að skila af sér. Við sjáum til dæmis að umhverfisráðherra hérna nafnorð, karlkyn, eintala, nefnifall. Hefur hérna sögn. S-ið stendur fyrir sögn, svo kemur framsöguháttur, svo kemur germynd, svo kemur þriðja persóna, svo kemur eintala og svo kemur nútíð. Og svo framvegis. Veiðar hérna nafnorð í kvenkyn í fleirtölu í þolfalli og rjúpu hérna nafnorð í kvenkynni eintölu og þágufalli. En það vill svo til, ef maður horfir bara á orðið eins og umhverfisráðherra,
að það sama myndin í öllum föllum. Ráðherra frá ráðherra til ráðherra. Þannig að spurningin hvert þið réttamark? Jú, réttamarkið einmitt það að í þessu tiltekna tilviki þá nefnifall að ræða. Og af hverju það nefnifall? Jú, vegna þess að umhverfisráðherra frumlag það ekki í þessari setningu. Annað dæmi orðmyndin rjúpu. Rjúpa rjúpu frá rjúpu til rjúpu. Rjúpu sem sagt, sú orðmynd eins í 3 föllum. Hér réttamarkið þágufall. Og það vegna þess að forsetningin í þessu tiltekna tilviki stýrir þágufalli. Þannig að þetta raunverulega það sem við erum að reyna að leysa með mörkun, að finna réttamarkið með tilliti til þess samhengi sem orðið birtist í. Þannig að réttmark tiltekins orðs háð umhverfi þess. Og það svona frægt kvót sem að fyrst kom fram með 1957. You shall know a word by the company it keeps. Það segja, við getum borið kennsl á orð eftir því hvaða félagskap það Það var rétt að þýða það þennan máta. Og þetta mjög frægt kvót nánast í öllum máltækni kennslubókum. Lýsir raunverulega mjög skemmtilega þessu vandamáli. Hvernig metum við nákvæmni svona markara? Já, það tiltölulega einföld formúla. Við tökum einfaldlega fjölda réttra marka og deilum með fjölda marka. Þannig að, og svo rétt að taka fram að mark rétt ef sérhver stafur í markinu réttur. Þannig að við förum aðeins tilbaka. Það að giska rétt á að hér séum að ræða nafnorð og karlkyn eintala dugar ekki til. Fallið þarf að vera rétt líka. Allir einstakir stafir í greiningarstrengjum þurfa að vera réttir. Við tökum hérna einfalt dæmi, í 100 orða texta skila markari 93 réttum mörkum og nákvæmni þá 93 deilt með 100 eða 93%. Þannig að svona mælum við nákvæmni markara. Hvað þurfum við líka til þess að mæla nákvæmni markara? Jú, það það sem heitir markaðar málheildir og við notum það bæði til þess að mæla nákvæmnina en líka til þess að þjálfa líkön. Sérstaklega þegar við erum að beita vélnámi. Og það hefur verið títt talað hér söfnun á gögnum og það sé mikilvægur hluti í máltækni áætlun og máltækniverkefnum. Og við búum vissulega vel þarna varðandi mörkuna. Við eigum 2 málheildir sem við verið að nota til þess að þjálfa og meta nákvæmni markara á. Það í fyrsta lagi Íslensk orðtíðnibók sem var gefin út árið 1991. Hún inniheldur það byrð 590.000 orð eða tóka, eins og við köllum það. Tókar raunverulega orð og greinamerki. Og síðan það sem við köllum gullið, meme gold, sem var gefið út 2013 og þar við komin upp í 1 milljón tóka. Og báða þessar málheitir einmitt aðgengilegar á íslensku útgáfuna af Klarinn. Og svona bara til að sýna ykkur eitt dæmi úr meme gold, hvernig lítur svona málheild út. Hún í sjálfu sér ósköp einföld. Það orðmyndin, hérna vinstra megin, og svo markið hægra megin. Þannig að það búið að marka sérhvert orð, einhver hefur sest niður og gert þetta raunverulega í höndunum. Það vísu markar verið notaður upphaflega og svo farið yfir það í höndunum. Og þannig verður til það sem við kallum gullstaðal. Þetta þá réttu mörkin fyrir tiltekin orð í tilteknum setningum. Að þróun á mörkunum fyrir íslensku, þá höfum við verið að beita í flestu tilvikum svona 3 aðferðum. Og það rímar enda við það sem aðrir rannsóknarhópar hafa verið að gera í gegnum ára líka, ekki sem bara fyrir íslensku, heldur fyrir önnur tungumál. Það í fyrsta lagi þessu við köllum regluaðferðir, þar sem að þróarinn hann skrifar reglur til þess að velja tiltekin mörk eftir því í hvaða samhengi orðin að birtast. Eða jafnvel eyða einhverjum tiltökum mörkur sem eiga ekki við. Síðan eru það gagnaaðferðir, þá erum við og þetta það sem heitir data driven methods, gagnaaðferðir. Þá vélnámi beitt til þess að búa til líkan sem lærir af gögnunum, sem lærir einmitt af svona mörkuðum málheildum sem ég var að tala hérna áðan. Og í því tilviki þá þarf ofta að velja hvaða einkenni skipta máli í lærdóminu, til dæmis einkenni orðanna sem koma á undan
hver orðflokkur orðsins sem kemur á undan, hvert fall orðsins sem kemur á undan, jafnvel orðanna sem koma á eftir. Þannig að þetta það sem á ensku heitir feature engineering, að velja þessi einkenni til þess að þróa líkanið. En síðan það sem nýjast, það eru þessar tauganetsaðferðir sem að hafa allar síðust ár komið fram og hafa haft mikil áhrif á þróun í máltækni eins og svo sem í öðrum greinum í gervigreind. Það eru tauganetsaðferðir sem læra sjálfar hvaða einkenni skipta máli. Þannig að það þarf ekki að fara í það að búa til eða höfundurinn þarf ekki að velja þessi einkenni sjálfur, heldur læri líkanið þetta sjálft og það dálítið mikill kostur. Nú hérna listi yfir þróun markara fyrir íslensku og dálítið gaman að fara í gegnum þetta svona þegar maður lítur öxl. Sigrún Helgadóttir má segja að verið svo fyrsta sem var að gera ýmsar tilraunir með mörkum fyrir íslensku. Það var árið 2004 og hún var að prófa ýmsa gagnamarkara, data-driven aðferðir fyrir íslensku og þá náðist þessi nákvæmni 90,4% með því að nota orðtíðni bókina sem gullstaðal. Ég sjálfur í mínu doktorsnámi þróaði síðan það sem við kallum reglumarkara og þá sjáum við að nákvæmni fer aðeins upp í 91,5%. Síðan voru erlendir aðilar í Pennsylvania sem höfðu áhuga að vinna fyrir þróa markara fyrir íslensku. Þar fer nákvæmni upp í 92,1%. Síðan unnum við nokkra aðilar saman, byggum til móti sem að sameinaði raunverulega reglumörkun og gagnamörkun. Þar tekst okkur aðeins að ýta þessu upp og þið sjáu þetta við erum með nákvæmni svona smán saman að hækka með hverju árinu og með hverju verkefninu. Síðan 2011 þá notum við beygingarlýsingu íslensks nútímamáls og setjum hana inn í mótorinn okkar og þá tökum við svona smá stökk upp í 93,5%. Svo kemur fyrsta einfalda tauganetið, 93,8% og síðan kemur smá bið fram undir 2019 þegar einmitt að djúptauganetin koma og þá sjáum við að það dálítið stökk úr 93,8% í 95,2% og síðan allra síðust ár í máltækniáætlun höfum verið að vinna í mörkurinni líka og það fyrsta sem við gerðum þá í fyrra, 2020, var það að endurbæta þetta líkan hér og þá stökkum við úr 95,2 í 96,4 og svo núna, í ár, erum við að nota þessi svokölluðu BERT-líkön sem eru almenn stór mállíkön sem eru þjálfuð á gríðarlega stórum eða miklum textum. Í okkar tilviki erum við einmitt að nota risamállíkuna sem var kynnt í innslagi á undan og þá verður til stórt mállíkan sem síðan hægt að fínstilla eins og það heitir. Að fínstilla líkanið á tilteknum gögnum og í þessu tilviki annaðhvort á orðtíðnibókinni eða gullinu, Meme Gold. Og þá sjáum við hér að við erum komin upp í, fyrir Meme Gold, 97,5%. Og það má kannski velta því fyrir sér, skiptir þetta öllu máli að hoppa úr, segjum, 94% upp í 97,5%. Þetta svo mikill munur? Þetta í nákvæmni þetta 3,5%, en fjöldi það tekst að fækka villunum hins vegar 58% þegar þetta stökk fer úr 94 í 97,5. Þannig að þetta skiptir verulega máli að þróa markara sem ná sem hæstri nákvæmni. Nú, mér langar aðeins að sýna ykkur líka bara dæmi villur sem að markarar gera. Hérna ein setning úr Meme Gold. Þeir eru bara alltaf að segja sögur í tíma og ótíma af hversdagslífinu og samferðamönnum og gera það með slíkum bravúr að ævinlega unun á að hlýða. Réttamarkið, samkvæmt gullinu, nafnorð karlkyn eintala þolfall, en besti markarinn okkar, hann spá fyrir þágufall í staðinn. Þannig að þetta svona dæmigerð vill að gera villu í fallinu, sama í ótíma. Hér og samferðamönnum og gera hér að ætti að vera sögn í framsöguhætti, germinn, þriðju persónu, fleirtölu vegna þess að
frumlagið þeir, það eru þeir sem gera, en markarinn, hann áttar sig ekki á því að sögnum að gera á við þetta frumlag þeir, heldur giskar á að þetta sé nafnháttur hér. Þetta nafnháttarmarkið. Þetta vandamál sem að við máttum að glíma í mörkum mjög lengi að ef frumlagið mjög langt í burtu þá erfitt til markarinn að hitta á rétta markið. En líkönin orðin samt mun betri í þessu, sérstaklega tauganetslíkönin. Hérna annað dæmið, hann segist vera mjög stoltur af syni sínum þegar hann sér brosin sem færast yfir andlit þeirra Íslendinga sem heyra hversu góðum tökum hann hefur náð á tungumálinu. Hérna andlit, rétta markið fleirtala, F hérna stendur fyrir fleirtölu, en markarinn spáir fyrir eintölu, hérna E. En þetta eru jú andlit þeirra Íslendinga, þannig að þetta ljóst að þetta fleirtala en ekki eintala hér. En þetta svona annað dæmi villu sem hérna markarnir geta gert. Síðan fann ég hérna eina villu sem einmitt ekki villa. Hérna í Mím Gold áður var veruleikinn sveipaður töfrum skáldsögunar eins og veruleiki bars. Samkvæmt Mím Gold maður að ræða lýsingarorð hérna, L fyrir lýsingarorð, en rétt og markarinn spáir fyrir að þetta sé lýsingarorð þátíðar. En þetta einmitt lýsingarorð þátíðar, það ekki? Veruleikinn var sveipaður. Þetta ekki lýsingarorð sem stendur með nafnorði, sveipaður töfrum. Þannig að þarna sjáum við líka að þær máleldi sem við erum að nota til þess að meta nákvæmnin á mörkurunum, það geta verið villur í þeim. Og við getum reyndar notað mitt markarana til þess að finna villunar. Farið yfir villulistana, farið í gegnum það í höndunum og skoða hver einustu villu og merkt hana hvort hún raunveruleg villa eða ekki. Nú, þá komum við hérna þessar spurningu sem ég setti fram í upphæfi. Mörkun leyst vandamál fyrir íslensku? Mörkunanákvæmnin orðin mjög há. Við erum komin upp í 97,5%. Og hversu hátt getur við raunverulega komist? Og menn hafa velt þessu fyrir sér líka fyrir erlend tungumál. Það auðvitað erfitt að segja, en svona tilfinningin svo að við getum komist í kringu 98%. Og það rímandi aldrei við líka það sem hefur tekist fyrir önnur tungumál. Við erum að vinna núna í máltækniáætlun við villugreiningu og það líka þannig að sumar villur eru alvarlegri en gæsalappi heldur en aðrar. Það til dæmis væntanlega alvarlegri að gera vill í orðflokknum heldur í einhverju tilteknum beygingarlegu einkenni eins og kyni eða mynd sagna eitthvað svoleiðis. Við viljum allavega að orðflokkurinn hafi alltaf mikið vægi. Og svo eins og ég sagði hérna að benda á áðan, mörkuðu málefnina eru ekki villulausar og við þurfum kannski að fara eins í vinnu að laga þær, gera þær eins góðar og mögulegt áður en við raunverulega segjum skili við þetta mörkunar vandamál. Takk fyrir.